Þá komið að öðrum lið, Lánasjóður sveitarfélaga lántaka 2021 til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tekinn við liður 7 í fundargerð bæjarráðs dagsett 2. desember síðastliðinn, en þar var lagður fram lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga vegna tveggja lána Akureyrarbæjar að fjárhæð samtals 700 milljónir króna. Annars vegar að ræða 500 milljónir króna lán til fjármögnunar á framkvæmdum og endurfjármögnun afborgara eldri lána og hins vegar 200 milljónir króna lán til fjármögnunar uppbyggingar göngu og hjólastíga. Bæjarráð samþykkti lántökuna fyrir sitt tími 5 samhljóða atkvæðum og vísaði hingað til bæjarstjórnar en fagnaði jafnframt lántökuna á fyrsta græna láni sveitarfélagsins og taldi það marka ánægjuleg tímamót hjá Akureyrarbæjar að taka sín fyrstu grænu lán vegna umhverfisvænna verkefna. Það vissulega ástæða til þess að vekja athygli á því. Hins vegar ekki síður ástæða til að vekja athygli á því að þetta lán óverðtryggt og eins og sviðsstjóri fjársýslusviðs sagði mér áðan þá þetta fyrsta óverðtryggða lánið hjá Akureyrarbæ svo lengi sem elstu menn muna. Það er ansi langt síðan að Akureyrarbær hefur tekið óverðtryggt lán. En engu að síður við þurfum að samþykkja hérna bókun sem að hljóða svo og ég ber að lesa fyrir ykkur að bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykki hér með að taka 2 lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól samtals alltaf krónur 700 milljónir. Annars vegar lánað upp að krónur 500 milljónir með loka gjaldaga þann 5. apríl 2034 og hins vegar lánað upp að krónur 200 milljónir með loka gjaldaga 15. ágúst 2029 í samræmi við skilmála að lánasamningur sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingalánunum höfuðstól verðbótum auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaði standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Eru lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins og endurfjármögnun afborgara eldri lána sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamninga við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökum þessum þar með til beiðni útborgun lána. Þetta ég lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máls sinni, orðið laust. Þess að enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessi 2 lán gefa merki. Það eru 11.